verkefni 21 í Word, 21 refur í D-hlutanum. Nú ætlum við að setja orðskiptingu á skjalið. Við getum farið í gegnum það handvirkt sjálf með því að ýta á Ctrl og bandstrikið við orð sem við viljum skipta. En við getum líka beðið Word að leita að orðum sem að gætu hugsanlega farið í 2 línur. Þannig að ég ætla að byrja á því að ýta á Ctrl og A. Ctrl og A, þá fer allt svæðið í blokk, allt skjalið. Og ég ætla að fara hér og velja English United Kingdom. Og svo ég stödd hérna fremst í skjalinu. Nú ætla ég að biðja Word að leita að orðum sem ég gæti hugsanlega skipt. Það fer ég hérna á Layout, Hyphenation og Manual. Þetta orð allt of stutt til að skipta við, þannig að ég segi nei. Sama með þetta, austan, undir hár. Ég ætla að smetla hérna á milli undir og hár. Þegar orðið samsett, þannig að ég get skipt í þarna ef að undir kemst fyrir í efri línunni, þannig að ég segi já. Megin litaratriði, ég ætla að smetla hérna á eftir megin. Dökkbrúna, þarna kemur rétt skipting. Skiptum þar sem orðið samsettið ef að fyrsti stafur í næstu línu sérhljóði. Heimskauta svæði. Það fer ég með bara bendlinu hérna. Heimskauta og svæðis. Gullorðnir fer ég á eftir seinna ellinu á undan O-inu. Og gullrefir. Það fer ég tilbaka. Gull og refir. Ég skipti yfirleitt ekki orðum í heimildaskránni, þannig ég segi nei. Og það skipti öllu. Ég geti svo farið handvirkt yfir það sjálf og ýtt á Ctrl og bandstrikið því að oft yfir sést Word einhver orð sem að hægt að hugsanlega skipta. En ég ætla aðeins að skoða þetta í prentskoðun, fer í File og Print. Og hérna forsíðan, efnisyfirlit, myndayfirlit, engin haus á þessum síðum. Síðan kemur fyrsti kafli, annar kafli og það tengist hér hausinn, síða 3 og síða 4. Myndirnar eru merktar, búið að taka ramman af þeim, búið að merkja töfluna hér, breyta stíl neðanmálsbrenna, breyta stílnum inndráttur og svo framvegis merkja hér. Og þá allt í góðu og það ágætt að, eins og ég segi, að skoða þetta í prentskoðun áður maður skilar verkefninu eða ef maður ætlar að prenta það út að athuga hvort það sé ekki allt í lagi. Það er líka hægt að fara hér í View og fara í Zoom og velja, eins og í þessu tilfelli eru 6 síður, þá gæti ég valið 6 síður. Þá sé ég heildina. Það er sama hérna, það er engin haus hér, þetta bara tilmerki og skoða þetta svona yfirlitsmynd yfir það. Þannig að nú ætla ég að fara aftur í One Page eða Page Width eftir því sem ég þykir þægilegra að hafa á skjánum og ég ætla að vista.